Fastileiður á miðvikudögum að fá smá fréttir úr Flóanum og hann Ragnar Sigjóns á línunni hjá mér. Góðan og blessaðan. Já, góðan. Hvað segirðu, Raggi minn? Ertu búin að jafna þig eftir gerdaginn? Eða gærkvöldið? Þetta var náttúrulega dálítið svekkjandi. Ég segi eins og hérna frænni sagði, það frönsku poti í auga þá. Já, hann má eiginlega segja þetta var svona frekar ósanngjarnt, það var nú að viðkennast. Já, mér finnst það búin að standa þessi alveg frábærlega þessar stelpur, alveg voru miklu betri en ég átti vona á, bara miklu betri og bara þetta alveg ótrúlega það hægt að eyðileggja leik með þessu. Já, það má eiginlega segja, það stóðu bara algjörlega í þeim frönsku, það var bara þannig. Já. En einmitt 1-1 eða 0-0 hefur verið bara sangjant en gefa þetta í restina finnst mér náttúrulega. Já, þetta svolítið svona skítalegt að málni. Já, það svolítið þannig. En einmitt talandi íþróttir, nú unglingamót HSK í frjálsum framöndan núna bara, í dag. Já, það alltaf villandi stuði. Allt að gerast. Já, og svo eru fullt að grillum framöndan og það. Já. Morgun. Jú, við erum að tala um 100 ára afmælis grillveisla. Kvenfélag veitingahaldsreps. Já, ekki 100 ára gömul grillveisla heldur í tilefni 100 ára afmæli kvenfélagsins. Já, nákvæmlega. Þannig að þeir var búin að grilla helviti lengi í 100 ár ef svo væri. Já, segðu. Það er náttúrulega búið upp á grillaða pylsur og melati og það allir velkomnir. Já. Mjög flott. Mjög flott. Og svo svona smá meiri fréttir það að mennir náttúrulega byrjaði að bera á aftur fyrir slátt númer 2 hérna, þó að það nú verið svolítið blautt. Já. Höndaföldu. Já. Og milli skúra hafa menn drifið sér út og borið á börnúlinn og allar reyna að gera allir meira. Þannig að það alltaf að gerast í Flóanum. En hvernig verðum við sláttur gengið núna? Það ég var nú að ferðast vestur á Firði í síðustu viku og ég samt bara alveg ógrunni af rúllum út allt. Já, það er bara mjög hvað menn eru duglegir að taka þetta heim þeir eru búin að rúlla. Já, en það verðist allavega vera nóg að hegi. Það verðist vera, sprettan er náttúrulega mjög góð og tíðafarið er mjög gott þannig lagað að það sprettur allt alveg sem hvað það er. Já, nákvæmlega. Ef það bara eitthvað sett niður eða borið á og þá náttúrulega bara sprettu það. En hvað eru menn að slá yfirleitt yfir sumari? Er þetta tvisvar eða nær þetta þriðaskiptinu? Sumir gera það já, en það er þá svona bara einhverja druslur eins og hitt sagði mér. Það er svona kannski ekki eins gott eigið en fyrst í sláttur er náttúrulega bestur og svo kemur þetta eftir það. Akkurat. En já, þeir sem að vilja allavega ná að fylgjast með unglingamóti HSK í dag í frjálsum að þá þetta byrja klukkan 7 á Selfossvelli. Já, passar. 15 til 22 ára. Já, þannig að maður sleppar ekki það núna. Nei, nákvæmlega. En þú ætla vantarlega að fylgjast með næsta leik hjá stelpunum, ekki laugardaginn? Já, jú, þetta gerir maður það og öllu þessu, þetta er bara, maður er búin að jafna að sjá þessu sko. Nákvæmlega. En það verður spennandi að sjá hvernig viðuregnin við Sviss verður. Já, það eru sterkar, Svissararnir. Svisslendingarnir eru mjög sterkir, þannig að... Ég held að séu komnar í þá stöðu að þær þurfa að vinna næstu 2 leiki ef það er alltaf að komast áfram. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Ég trúi alveg ekki að unni þessa 2 leiki sem eftir eru. Ég er ekki trættur það. Nei. Og ég er alveg sko hlusta á sem að Margrét Lára sagði, við getum alveg unnið þetta mót. Já, en svo einmitt töluðar líka það í gær að við leitum frá sér. Þetta var eiginlega eins og að spila á heimavelli. Já. Það voru svo margir Íslendingar. Já, og forsetinn líka. Já, forsetinn, hann klikkar ekki. Ha. Já, hann er flottur. Langflottasti forsetinn allt bara. Algjörlega. En Raggi minn, gaman að heyra í þér. Já. Við heyrumst aftur í næstu viku. Allt í viku, segjum það. Gaman að heyra í þér. Já, bless.